Ég heiti María Fjóla Harðardóttir. Ég fædd og uppalin í Þorlákshöfn. Ég hafði bara frá því í barnæsku ákveðið að vera hjúkrunarfræðingur. Ég hef ekki hugmynd af hverju. Ég hafði aldrei starfað við það áður en ég byrjaði í háskólanum. En þetta var bara einhvern veginn, ég skrifaði skýin. Kannski fyrsti hápunkturinn í mínu ferli var þegar ég ákvað að fara í háskóla og ég hafi hreinlega bara komist í gegnum fyrstu árin í háskóla. Það var bara hápunktur númer 1, þess að ég var bara ekki viss að ég hefði það. Hápunktur númer 2 var að fara út fyrir mig þægindasvið og fara í verkefnastjórnun, MPM, í Háskólann Reykjavík. Þar sem ég var að fara algjörlega út fyrir mig þægindasvið og þurfti hreinlega að læra nýtt tungumál. Þannig að það var svona sigur númer 2 og síðan þetta að ég hafi byrjað sem hjúkrunarfræðingur, almennur, farið svo í deildarstjórastöður og síðan fór ég í, sótti ég sem framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs og var ráðin í það. Og síðan það sem ég er í dag, þar sem ég er orðin forstjóri Hrafnistu og ég sá það ekki alveg fyrir mig þannig í upphafi. Reynslan mín til, og ef ég get miðlað því til yngri kvenna, að það er kannski það sem ég hef áttað mig á sjálf. Við þurfum ekki að kunna allt, bara langt í frá, og við þurfum ekki að vita allt. Ég held að þann dag sem við teljum að við vitum allt, að þá eigum við bara að hætta. Þannig að við erum alltaf með í kringum okkur fólk sem eru sérfræðingar, við eigum að hlusta og við eigum að taka mark á því sem fólk segir og hlusta svolítið á gut feeling. Ég er frábær eins og ég er, með öllum mínum kostum og löstum. Þannig eru allir og þannig held að það hefur gert mig að betri manneskju að hafa bæði kosti og lesti eins og allir. Og ég með því að læra að þekkja því sem ég er síður góð í, að því betri manneskja er ég. Ef ég væri ung stelpa í dag með mína reynslu, þá myndi ég segja henni að dvelja á þeim stað þar sem hún er og róleg, ekki reyna að vera önnur hún er. Með árunum mun hún mæta áskorunum sem kenna henni hinar ýmsu lexíur, hinn ýmsan lærdóm og hún mun rísa upp úr þeim það sem hún lítur á sem vandamál í dag, varðandi sjálfan sig. Hún mun rísa upp úr því og verða sterkari fyrir vikið.